Komið sæl, Elísa Viðarsdóttir heiti ég, næringarfræðingur hjá Heilsumiðstöð. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi tengt geðrænum kvillum í tengslum við mataræði. Erlendis höfum við þó mun fleiri rannsóknarniðurstöður í höndunum og þær rannsóknir benda til þess að mataræði geti haft bæði fyrirbyggjandi og styðjandi áhrif á andlega heilsu. Það er mikilvægt að hafa í huga að mataræði kemur ekki í stað meðferðar þegar klínísk andleg veikindi er að ræða og ef þú eða einhver sem þú þekkir glímir við alvarleg einkenni kvíða, þunglyndis eða önnur geðræn veikindi er alltaf mikilvægt að leita til fagaðila. Heilinn er eitt orkufrekasta líffæri líkamans og notar 50% af allri orkuframleiðslu. Því er heilinn mjög næmur fyrir því hvaða næringu við setjum ofan í okkur. Þegar blóðsykurinn sveiflast mikið, til dæmis ef við förum langar stundir án þess að borða eða kjósum oftar en ekki sykraðan og unninn mat, þá getur það haft bein áhrif á skap, kvíða og einbindingu, svo eitthvað sé nefnt. Næringarríkur matur og reglulegt máltíðamynstur getur því spila stórt hlutverk þegar kemur að heilsu og vellíðan. Prótein, trefjar og heilkorn eru til dæmis frábær næringarefni sem halda blóðsykrunum í jafnvægi og veita okkur stöðu og orku í gegnum daginn. Þarmaheilsa spila líka stórt hlutverk í andlegri líðan. Í þörmunum búa trilljónir baktería sem hafa bein samskipti við heilann í gegnum boðefni og taugakerfið. 90% af serótóníni líkamans er framleitt í þörmunum, þannig að þarmarnir í ójafnvægi geta haft áhrif á skapið. Við getum stutt þarmaflóruna með því að borða meira mat sem inniheldur trefjar og góðgerla eins og lauk, hvítlauk, baunir og heilkorn, abimjólk, súrkál, kimchi og kombucha, svo eitthvað sé nefnt. Grænmeti er líka bólguminnkandi og hefur jákvæð áhrif á þarmaheilsu. Fjöldi næringarefna hafa bein áhrif á andlega heilsu. Omega-3 styður við heilastarfsemi og dregur úr bólgum og getur haft jákvæð áhrif á skap. B-vitamin, þar helst ber að nefna B6, B12 og fólat, hefur áhrif á taugabóðefni og skortur getur valdið þreytu og orkuleysi. Magnesíumafleiður geta hjálpað til við svefn og streitu sem hefur bein áhrif á taugakerfið. D-vitamin hefur bein áhrif á orkuleysi, auk þess sem járn hefur bein áhrif á orkuleysi og þá sérstaklega á konum og barneignaraldri. Þá er ekki þar með sagt að allir að hlaupa út í búð og kaupa öll þessi vítamín, heldur hver og einn að meta sína heilsu og styðjast við blóðrannsóknir. Koffín getur hjálpað til með orku og einbindingu, en hjá mörgum eykur það á kvíða og spennu, sérstaklega ef drukkið er of mikið og seint á daginn. Helmingunartími koffíns er mjög langur og því getur það haft áhrif á nætursvefninn og þrátt fyrir að geta sofnað þá hefur koffínið truflandi áhrif á gæðasvefn. Því er ráðlegt að hægja á koffíninntöku í kringum 1-2 á daginn og þannig styðja betur við svefngæði og andlega heilsu. Ráðlegt er að drekka ekki mikið meira en 400 mg af koffín á dag sem miðað við 4 bolla og fyrir flesta og 200 mg fyrir óléttar konur. Vatn skiptir líka miklu máli í tengslu við orku og einbindingu og 1-2% vökvaskortur getur valdið pirring, höfuðverk og minni einbindingu. Ráðlegt er að drekka 2-2,5 lítra á dag. Loks má ekki gleyma tilfinningalega átinu. Við borðum ekki bara vegna hungurs, heldur vegna streitu, leiða, vana eða jafnvel veluna og þetta könnumst við öll við. Með því að staldra við og spyrja sig er ég raunverulega svöng eða svangur eða eru einhverjar aðrar tilfinningar að banka upp á, getum við skapa rými til að brjóta mynstrið. Að borða reglu yfir daginn og huga samsendingum máltíða getur stutt við heilbrigðara samband við mat. Að lokum langar mig að nefna nokkur einföld skref sem hægt er að taka inn í daglegt líf og þannig huga betur af fjölbreyttri og næringarríkri fæðu. Leggjum áherslu á samsendingu máltíða, borðum prótein og trefjar í hverja máltíð, drekkum 1-2 vatnsglös með hverja máltíð og bætum grænmeti við flestar máltíðir dagsins. Takmörkum koffín síðdegis og bætum við mat sem styður við þarmaflóruna. Næring er engin töfralausn en hún er öflugt tæki til að styðjast við andlega heilsu og vellíðan. Gangi ykkur vel og takk kærlega fyrir að hlusta.